Já, Ingimar Eydal kominn hérna og sestur við píanóið en mér langar aðeins fyrst áður en ég ræði við hann Ingimar að segja frá því að hér upp í andirinu þar sem að ég hef búin að vera að taka á móti fjárframlögum komið til mín starfsfólk Rafmagnsveitu Reykjavíkur og með 47.000 krónur, fyrirtæki Lögmenn Seltjarnarnesi með 10.000, Landssamband Sjálfsbjargar 50.000, Umferðarráð 10.000, Starfsmannafélagi Gutenberg 21.100 og starfsfólk Tryggingamiðstöðvarinnar 18.700 og Bílastöð Hafnarfjarðar 50.000. Og núna kemur til mín varaforseti Starfsmannafélags Stöðva 2 og hann með eitthvað til sem hópsins. Ég hérna með 37.500 króna ávísun sem mánaðarframlag starfsmanna Stöðva 2 í starfsmannafélagið og ég afhendi hér með þér þetta. Þakka þér fyrir. Svo ég hérna með, ég var beðinn fyrir þetta rétt núna áður ég fór inn á svið. Hér eru 10.000 krónur frá lögreglukórnum sem þeir söfnuðu hérna niðri. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Jæja, Ingimar minn, velkominn. Gaman að fá þig fyrir, Saga. Og hvað ætlar þú að gera nú fyrir okkur? Ætlar að spila á píanóið kannski? Já, fyrst ég nú sestur hérna við píanóið, Steinway og Sons. Kannastu við þetta merki? Alltaf þessi sæmilegt píanó. Já, ég hugsa að þetta sé ágætt. Eigum að prófa? Veistu hver bjó til þetta lag? Já, ég held það. Nú ég alveg bit. Var það ekki Beethoven? Beethoven? Rétt. Saga, segðu mér eitt, hver fann Beethoven? Verði mér svona skrýtna spurningar. Veistu þetta ekki Ludwig van Beethoven? Ludwig van Beethoven? Annars svo skrýtið með það, skal ég segja ykkur, að það viss samlíking með tónlist og umferð. Altså tónlist ekkert annað en bara umferð tóna í staðinn fyrir umferð faratækja. Og í báðum tilfellum þarf reglur, bæði skráðarreglur og eins venjur sem hafa svona skapast. Og það alveg sama hver stílinn í tónlist, að reglurnar verða alltaf að vera til staðar. Tökum til dæmis rockara frá miðri öldinni. Eða Lady Madonna. Frá Lennon-McCartney. Eða bara lag sem hljómar í dag. Eða jazz. Ingimar, aðeins, mér langar að stoppa þig hérna. Þú með bíl hérna? Já, það bíl þarna, já, alveg rétt. Hvaða bíl þetta? Já, heyrðu, ekki farangur í hérna fram í honum, opnaðu skottið. Vélin aftur í? Vélin aftur í. Heyrðu, þetta ekki skoti? Nei. Skemmtileg tilviljun. Það? Skemmtileg, en þessi bíl á nú að minna okkur á tilefnið fyrir þess hér í kvöld. Það umferðarmálin. Og hann minnir mig náttúrulega á hraðan. Það að segja, það eitt sem sameiginlegt með umferð og tónlist. Það þetta vandamál með hraðan. Hver á hann að vera? Ef að hraðin of mikill í tónlist og umferð, þá fer allt úr forgjörðum með næstu hljómaskipti eða í næstu beygju. Dæmi. Sko, þetta var í vaskinn. Ef ég hefði spilað þetta hægar, þá hefði þetta gengið allt miklu betur. En annars getum við kannski tekið bluesinn sem dæmið þetta allt saman. Sko, blues í honum rúmast bókstaflega allar mannlega tilfinningar, rétt eins og í umferðinni og þar þarf reglur líka. Tökum dæmi. Stundum mikið að gerist í blues.
stundum lítið. En Ingimar, fyrir nokkrum árum síðan þá lentir þú sjálfur í alvarlegu umferðarslysi. Varst það þú sem gleymdir reglunum? Eigum ekki heldur að segja að óhöpp svona leit okkur uppi. Þau bera höndum, slys bera höndum. Og ef að við reynum að halda reglurnar og sýna varúð og reglurnar í blúsnum, þú heyrir að þær eru til staðar, þó lítið sé að vera, þá getur þetta orðið óhapp en ekki slys. Eigum ekki að segja að það verði leiðarljósið. Við þökkum Ingimar Eydal fyrir komuna, hann kom hingað gagngert suður til þess að vera með okkur í þessum þætti.